Veðurhorfið. Komið þið sæl. Í dag hafa verið suðlægar og suðvestlægar áttir hjá okkur, hvassviðri landið norðanvert en aðeins hægari sunnantil. Sjáum hér mesti vindurinn mældist 25 metrar á sekúndu á Mikladal á Vestfjörðum en einnig mældist 24 metrar á Stafá og Rauðhálsum. En hæst fór hitinn enn einu sinni á Austfjörði með upp í 14 stig á Seyðisfirði og einnig var kaldast á Seyðisfirði eða við frostmark síðustu nótt. En ef við skoðum hér stöðuna á Norður Atlantshafi þá sjáum við hér þessi hæð sem hefur verið vestur af Írlandi. Hún er örlítið að smokra sér til suðurs en lægð hér við Grænland og frá henni eru köld skil sem sjáum ná hér langt suður í haf. Þessi skil er að koma til okkar núna í nótt. Sjáum hér að vaxandi sunnanátt í kvöld síðan þegar skilin koma inn breytist yfir í vestan og suðvestanátt. Og það er síðan að draga úr vindinum á þriðjudaginn þegar þessi litla lægðarbóla hér vestur af landinu brýtur upp þrýstilínurnar þannig að við fáum mun hægari vind á þriðjudag heldur en á morgun. Á hitasviðinu sjáum við mjög skýrt að þetta eru köldskil, það er kaldur loftmassi sem er að taka völdin hjá okkur núna í komandi viku, það er útlit fyrir að hitatölu verði frostmark allvíða. Og ef við skoðum síðan stöðuna núna í kvöld og nótt sjáum við hér sunnanátt vestanvert landið og þegar líður að miðnætti þá er einnig að byrja að rigna vestanlands. Við erum akkurat að horfa sérstaklega á Reykjanes núna og klukkan 3 í nótt þá sjáum við hér 17-18 metrar á sekúndu í sunnanátt. Þar helli rigning og strax á eftir þá koma hér nokkuð skörp skil með vestanátt og kaldara veðri. Sjáum hér í nótt þá er nú frekar hlýtt á landinu en þegar þessi skil er að koma hér inn á landi þá kólnar frekar skart þannig að þessi skil eru fyrst með rigningu, síðan slyddu og snjókomu. Á morgun er þetta éljagangur sunnan og vestanvert landið. Og seinnipartinn þá sjáum við hér þessa suðvestanátt 15 til 18 metrar á sekúndu, jafnvel 20 í verstu éljarhryðinum þá jafnvel meira. Þannig að þetta er ekki kjörið útivistarveður á þessum slóðum. Hér norðaustan til það verður áfram þurrt og það er svona þemað í þessari viku að það eru suðvestlægar áttir hjá okkur með úrkomu sunnan og vestanlands og hita frostmark og þurrt hér norðaustan til. Síðan þegar við horfum hér fram til þriðjudags þá er þessi éljagangur alveg fram á þriðjudaginn, dregur vel úr honum. Það dregur einnig úr þessum vindi. Það má nú búast við að verða eitthvað stöku él hér sunnan og vestanlands. Bjart hér norðaustan til. Þannig að ef maður ætti að velja á milli þess að fara á mánudag eða þriðjudegi í fjallgöngur suðvestanlands þá er það frekar á þriðjudaginn. En síðan þegar við horfum fram á miðvikudaginn þá er einhver snjókoma hér vestanvert landið, svona frekar hægur vindur, hitatölunar eru þetta frá frostmarki upp í 4-5 stig. En síðan á fimmtudaginn eru spár orðnar frekar loðnar hjá okkur, kólnar heldur norðanvert landið, þetta er austlæg eða norðaustlæg átt, gæti verið alveg allhvöss hér norðvestanlands, en úr suðri er útlit fyrir að komi aðeins hlýrra loft, rigning eða slydda þar, en þetta er frekar brothætt spá þannig að það getur breyst mjög auðveldlega á næstu dögum. En í Skandinavíu þá er nú frekar blautt í sunnanverðu Noregi, breytist þetta yfir í snjókomu þegar norðar dregur. Það eru heldur að hlýna hjá frændum okkar í Skandinavíu. Frekar litla breytingar á Bretlandseyjum, þessi hæð hún er ekki að valda miklum usla þar. Síðan er smávegis væta hér miðbyggið og þessi lægð hér sem er búin að smokra sér til austurs hér síðustu daga. Hún er að fara að syngja sitt síðasta í Evrópu á morgun en það er einhver snjókoma eða slydda á Balkanskaga, þrumuveður á Ítalíu en síðan er þurrt á Íberíuskaga. En í Vesturheimi þá er hæð hér norðaustan til og hiti 10 til 15 stig og það er lægð hér miðbyggi sem er að smokra sér til norðausturs og á undan skilinum þar er snjókoma sem rigning á eftir, önnur lægð norðvestan til.
En hjá okkur það köldskil að koma í nótt sem byrja með sunnan hvassviðri vestanvert landið og hellirigningu en snýst síðan yfir í suðvestan hvassviðri á morgun með éljagangi sunnan og vestan til og kólnandi veðri. Þakka ykkur fyrir og verið sæl. Allir sáu